Það er allir búin að taka nokkra æfingar síðan á föstudaginn. Hvernig svona stemmingin í hópnum? Hún bara mjög góð sko. Við erum bara að slípa okkur saman og bara mjög spenntir fyrir þessu. Eru búin að ræða núna? Er eitthvað öðruvísi áherslur fyrir þetta mót heldur en undanfarin ár? Nei. Eftir að Snorri tók við? Já, þetta eftir að Snorri tók við, það var þetta náttúrulega allt annað. Þetta eru svona mjög svipaðar áherslur frá því í síðasta verkefni og við erum að impra því sem gekk vel í síðasta í Þýskalandsleikjunum og svona reyna að bæta það sem gekk ekki eins vel. Riðillinn, hefur við ekki bara horfa á úrslit? Það er náttúrulega erfiður riðill, en getum við ekki bara sett kröfu á að vinna þennan riðill? Við gerum það allavega og við ætlum okkur að gera eins vel og við getum og ef við ætlum að gera eitthvað í þessu móti þá verður okkur að ganga vel í riðlinum, þannig að það er okkar fyrsta markmið. Mætum Ungverjum, þeir hafa ekkert verið skemmtilegir við okkur. Hvernig verður að mæta þeim enn og aftur? Já, það er svona síðasta sem ég er að hugsa akkúrat núna. Nokkrir leikir þangað til en það er bara gaman og við höfum harma hefna þar og við þurfum að vinna þá ef við ætlum að gera eitthvað. Hlutverkið til landsliðinu, hvernig horfum við á það núna í ár? Já, bara mjög svipað sko. Þetta er ég náttúrulega var fyrirliði síðast og eða svona í hjáverkum fékk 2 leiki en við erum með mikið að leiðtogum í liðinu og við finnum okkur allir mismunandi hlutverk og þannig að það er bara mismunandi og ég bara klári það hlutverk sem ég fæ. Talaðu að þú verður aðeins öðruvísi hlutverki varnarlega, verður í bakvörðunum. Hvernig líst þér á það? Er það eitthvað? Jó, það er svo sem það sem ég er búinn að vera að gera hjá Gúmmísbakk og bæði bakvörður og hafsend og ég er bara ánægður ef ég fæ að vera inn á vellinum, þannig ég get líka alveg tekið hornið á mig ef það vantar sko, en ég er bara mjög ánægður með það hlutverk að vera í bakvörðunum og ef við vantar eitthvað í hafsendin þá er ég klárið það líka, þannig að ég tek því bara sem að Snorri hefur fyrir mig. Íslenska geðveikin, þú hefur svolítið verið að leiða hana með að vera með mikið læti í leikjum og getur við ekki farið langt á þessari geðveiki? Jú, við þurfum alveg á hana að halda og við þurfum líka á íslenskum klókindum að halda líka, þannig að það er svona þessi samblanda af því báðu, þannig að ef við finnum þessa svona fullkomnu blöndu þá getum við náð langt.